Ég heiti Þorsteinn Sæmundsson og í fyrsta sæti Miðflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður. Takk fyrir að fá að vera með okkur. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Við höfum ekki sett fram loforð það að hafa heilbrigðisþjónustu gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili. Það höfum við ekki gert. Við hins vegar erum flokkur sem vill að allir landsmenn búi við jöfn réttindi og á allar hátt. En við höfum ekki mótað heilbrigðisstefnu flokksins á þessum 2 vikum sem hann búinn að lifa niður í smáatriði. Hún Hanna ber út blöð, launin fyrir útburðin eru 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar króna á móti krónu skerðingar sem að kallast sérstök framfærslu uppbót ber hún aðeins 2.000 krónur úr býtum. Ætlið þið að afnema krónu á móti krónu skerðingu á næsta kjörtímabili og ef svo hvenær þá þetta gert? Það þannig að ég var formaður nefndar endurskoðun almannatryggingakerfisins eftir að Pétur Heitir Blöndal féll frá. Illu heilli var það þannig að þegar sú nefnd skilaði af sér, þá tók Öryrkjabandalagið ekki þátt í niðurstöðu nefndarinnar sem var mjög miður. Og ég treinaði það að nefndir skilaði af sér í 2 mánuði til þess að reyna að ná samkomulagi sem því miður ekki tókst. Það sem Miðflokkurinn hyggst gera er að taka þegar eftir kosningar viðræður við Öryrkjabandalag Íslands það að öryrkjar fái þau réttindi sem allir eldri borgarar fengu á sínum tíma vegna þess að þeir stóðu að þessari niðurstöðu nefndarinnar. Í stuttumáli, nei, okkur finnst ekki í lagi að fólk, þessi króna á móti krónu skerðing. Við erum búin að setja fram núna í okkar stefnuskrá að atvinnutekjur skerði ekki lífeyristekjur. Það sama á við öryrkja. Við erum líka mjög áfram það að halda áfram því starfi sem nefndin lagði til, þar að segja starfsgetumat, upptöku þess. Það vant með farið, það þarf að aðgæta það mjög vel. Vegna þess að við þurfum líka að tryggja að þeir sem fá starfsgetumat í kjölfar þess að því komið á, að þeir fái hlutarstörf við hæfi. Vegna þess að fái þau það ekki, þá það náttúrulega verð farið en að heimasæti. En í stuttumáli, okkur finnst krónu á móti krónu skerðing ekki í lagi og ég ítreka það að við viljum taka strax upp viðræður við Öryrkjabandalagið að koma henni fyrir gattanum. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vill fá NPA notandi til það persónulega aðstoð svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, nú hefur mér skilist að fyrir Alþingi hafi legið frumvarp NPA sem ekki náði fram að ganga. Við að sjálfsögðu viljum taka þátt í því að það frumvarp nái fram að ganga og fara yfir það, þurfa að gera það einhverja breytingar, þá gerum við það, en að sjálfsögðu þá munum við stuðla því að það frumvarp verði að lögum eins fljótt eins og verða má. Meirihluti bygging á Íslandi er óaðgengilegur, hreyfi hömluð fólki, en það er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnar eftirliti til dæmis. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Og ef svo hvenær á kjörtímabilinu gætu við séð það fyrir ykkur? Ég myndi í fyrsta lagi segja það að minn flokkur myndi vilja kanna þessa hugmynd slökkviliðsins í hverju hún er fólgin, hvernig hún á að framkvæmast og hvort að hún samræmist annarri lagasetningu í landinu. Að sjálfsögðu viljum við tryggja aðgengi fatlaðra að öllum opinberum byggingum á Íslandi og auðvitað þurfum við að gera það. Ef að þetta er hugmynd, við höfum sagt að þessi flokkur hann vinnur á miðjunni, hann tekur öllum hugmyndum fagnandi og ef aðrir hafa betri hugmyndir heldur en við, þá tökum við undir þær. Þannig í fyrsta lagi þá yrðum við að heyra honum í slökkviliðið, í hverju er þetta fólkið, hvernig er þetta að koma því á, samrýmist að starfsemi slökkviliðsins að öllu leyti, lögum og svo framvegis, að öðru leyti er okkur ekkert að vanbúnir að fara yfir það mál með þeim. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur skólans.
Finnst þér þetta í lagi og ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Stuttasvarið er nei, mér finnst þetta ekki í lagi. Við teljum að það sé mannréttindi að fólk njóti jafnræðis við þess að stunda nám og þess vegna er það alveg ljóst að dæmi eins og þetta, við getum tekið sem dæmi daufblinda og fleiri sem eiga í erfiðleikum með að stunda hefðbundið nám en eiga sjálfsögðu rétt á námi eins og allir aðrir. Það sem þarf að gera í þessu máli er það þarf að fara yfir núverandi ástand. Það þarf að kanna hvernig hægt að vinna bug á því í samráði innan Alþingis og í samráði við fjárveitingavaldi hverju sinni. En ég segi aftur, þetta eru mannréttindi að fatlaðir geti stunda nám til jafns við aðra sem eru ófatlaðir.